Já, ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir. Ég fædd í maí 1992, þannig að núna ég 28 ára gömul. Hvað get ég sagt? Ég held að ég sjáu mig sem uppkomið fátækt barn. Oft finnst mér eins og ég sé bara einhver svona lítil stelpa. En í dag þá starfa ég sem borgarfulltrúi fyrir Sósíalistaflokk Íslands og ég líka útskrifaður mannfræðingur. Ég sem sagt elst upp hjá mömmu og hún vann á leikskóla og bara láglaunastarf og var líka að skúra leikskólann á tímabili eftir fullan vinnudag og bara sama hvað þá voru þessi laun ekkert nóg og þetta var bara erfitt að finna svona íbúð sem að myndi henta og þetta sem sagt í rauninni byrjar á því, sagan hér, að mamma sem sagt sækir að fá íbúð, félagslega leiguíbúð og það fyrsta í rauninni sem hún þurfti að gera var að fá sem sagt undanþágu fyrir því að hafa ekki dvalið í rauninni í Reykjavík síðustu 3 árin. Út af því að ég fæðist hér og svo þegar ég bara pingu lítil 3 vikna, þá fer mamma með mig út til Englands. Og pabbi minn býr þar, fjölskyldan, og svo komum við ekki heim fyrr en ég 7 ára. Já, svona til þess að gera langa sögu stutta, að þá mamma fer að vinna hér og þú þarft í rauninni að hafa dvalið 3 ár í Reykjavík til þess að eiga rétt á því að fara á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði ef þú uppfyllir í rauninni öll önnur skilyrði. Og þetta var sem sagt jólin 99 sem kom heim. Þannig að ætli hún hafi ekki sótt kannski bara eftir þarna áramótin. Og þannig að við byrjum hjá ömmu í Nóatúni, ömmu og sambýlismönnum hennar. Og svo fáum við íbúð í Hátúni og ég man að dótið okkar var allt í gámum hjá Eimskip kom með dótið okkar og mér minnir að dótið hafi verið í gámum frekar lengi. Þá sem sagt, já, þá minnir mig að eigandinn hafi verið að koma heim og var sem sagt að flytja aftur í íbúðina sína, sem sagt Hátúnið, og þá þurftum við að finna eitthvað annað og þá var það Skarphéðinsgata og mér fannst það alveg bara skemmtileg íbúð en mamma var að segja bara nei, þetta var ógeðslegt sko. Hvort að ofninn virkaði ekki, eða hellurnar virkuðu, held ég 2, þannig að var að láta sjóða á þannig en ofninn var bara ekki starfhæfur og alls konar bara sem þurfti að gera upp þarna sko. Á þessum tíma var ég í Háteigskóla og mamma segir eitthvað svona ef þú hefði verið hinum megin við götuna eða eitthvað svoleiðis og þá hefðir farið í Austurbæjarskóla. Og allan tíman erum við að bíða eftir félagslegri leiguíbúð því að aðstæður eru bara þannig með við tekið fullt starf, aukastarf, vinna, launin duga ekki, búin að vera að reyna að leita að einhverju íbúð sem hentar og mamma var ekkert að kaupa neitt. Fyrir sig þetta fór bara allt í helstu nauðsynjar en samt bara með hvernig leigumarkaðurinn var og hvernig hann er í dag. Þessi saga sem að var þá, hún gæti alveg átt við aðstæður fólks í dag. Á einhverjum tímapunkti, ég held ég hafi verið 9 ára, þá sem sagt förum við í blöðin af því að ég held þetta hafi verið, kannski var það þegar að við vorum að fara að missa Hátúnið og það kemur alveg stór mynd af mér og mömmu og þetta á síðu 2 í fréttablaðinu, bara mæðgur á götunni og það var mamma bara að lýsa stöðinni, bara þrátt fyrir 10 tíma vinnudag og ég er ekki með síma, ég er ekki að leiga með neitt, að þá bara, dæmi er ekki að ganga upp, ég hef verið að skoða margar íbúðir, ég er ekki að finna neitt og bara, var að lýsa þessu. Ég man ég fór í skólann
daginn eftir og það var strákur í bekknum, hann var í kastalanum, leikkastalanum, þetta var í frímínútum og ég var við vorum öll úti að leika og hann eitthvað svo bendir á mig bara, hún býr á götunni og ég hugsaði með mig bara, já, tæknilega séð bý ég ekki á götunni, þú veist, við fáum alveg inn, þú veist, hjá ömmu og en já, ef að við, þú veist, finnum ekkert, þá erum við þannig séð heimilislausar, þú veist, við höfum ekkert heimili, en þetta truflaði mig þannig séð ekkert, en núna þegar ég hugsa tilbaka, og svo bara, af hverju er ég að hlæja, þetta ekkert fyndið, en ég held að það sé svona aðferðin hjá manni að bara gera grín að því að ég bara eitthvað, vá, fyndið, bara 9 ára greinilega með skilgreiningu á, þú veist, heimilisleysi og húsnæðisleysi á hreinu, þú veist, að maður getur verið án heimilis þó maður sé ekki kannski alveg húsnæðislaus, þú veist, þú getur leitað í húsnæði hjá ömmunni og sambýlismanni hennar, en þú veist, þetta ekki þitt heimili og þetta ekki fyndið, þú veist, ég veit í alvörunni ekki af hverju ég að hlæja, þetta bara engan veginn fyndið. Og eftir þetta viðtal kom við mömmu að þá var alveg, þú veist, það var margt fólk sem var alveg að, þú veist, bjóða henni að koma að skoða ýmislegt og ég man við fórum að skoða einhverja íbúð í Fossvoginum og þetta var alveg mjög svona næs fjölskylda en það voru hjón, 2 börn, en við þurftum að labba svona inn í gegnum einhvern veginn íbúðina þeirra eða eitthvað og maður svona, dálítið óþægilegt. Svo var einhver íbúð sem ég held að hafi bara ekki verið samþykkt, sko, þannig ég held við hefum ekki eins og geta fengið húsnæðisbætur. Svo einhvern tímann í millitíðinni þá fórum við til ömmu, Nóatúnið. Svo fórum við Skarphéðinsgötu, en svo eftir tæp 3 ár, bara næstu í 3 ár, þá fáum við félagslega leiguíbúð í Efra-Breiðholti og já, þá ég sem sagt í Háteigskóla og hvort að mamma var eitthvað svona aðeins eitthvað, já, þú veist, hún nú í skólanum sínum og bekknum og hvort hún var svona aðeins kannski að hugsa þetta og mér minnir að félagsráðgjafinn hafi verið bara við hana bara, þú veist, þú vilt taka þessa íbúð og það sem þetta verið fólk á undan sem var að skoða íbúðina og bara hafnaði henni eða eitthvað svoleiðis og við fáum hana og mér fannst það bara vera lengsta strætóferð í heimi upp í Efra-Breiðholt og þú veist, mamma var að benda eitthvað svona bara, já, við erum að fara að búa þarna, þú veist, upp á hólnum og ég bara, wow, þetta er svo langt í burtu og við vorum að skoða, sko, þú veist, inn í gegnum gluggana inn í íbúðana okkar áður en við vorum komna með hana og mér fannst þetta bara vera svo langt í burtu. En ég man að ég var ekkert eitthvað svona, þú veist, að sýna það eitthvað, að ég var fúl að segja neitt, heldur mér að bara kíkja inn í íbúðina og bara taka hringinn og... En þetta var, þú veist, utanfrá. Það var ekki eins og ég hafi farið með mömmu og félagsráðgjafanum að fara að skoða íbúðina og bara, jæja, hvað finnst þér búa hér? Þú veist, ertu sátt við þetta? Eitthvað svona. Og svo sem sagt flytjum við þegar ég 10 og en ég klára sem sagt, ég klára 5. bekkinn og tek alltaf bara strætó og tek svo strætó bara heim. Já, svo svona, já, svo finnst mér alveg eins og, þú veist, þegar maður kemur fram með eitthvað svona, að þá þurfum maður að skýra svona, já, ég að segja eitthvað svona, þú veist, með biðlistan, félagslegt húsnæði, þú veist, já, við vorum erlendis, af hverju hefum við strax átt að detta bara á einhvern lista eftir, þú veist, húsnæði og þú veist, þetta er takmörku gæði eins og svo oft, þú veist, maður heyri stjórnmálafólk segja og eins og hugsaði bara, vá, á ekki allt fólk rétt á húsnæði og þú veist, ef maður býr í svona erfiðar aðstæður þar sem maður að reyna og einstæðir foreldrar eru bara ekki að ná að finna neitt, þú veist, auðvitað ætti þau að geta fengið bara húsnæði á viðráðanlegu verði og eitthvað svona og núna veit ég að það er búið að stytta þessa bið niður í 1 ár. Þannig að þú veist, þú þarft bara að hafa búið í Reykjavíkurborg í 1 ár. En ég meina, þú byrjar að borga strax skattana eða þú veist, útsvarið
leið og flyttu sveitarfélagið, eða þú veist, lögheimilið í sveitarfélagið. Þannig að akkur fylgja réttindi ekki leið og skyldur, þú veist, en ég held sko, núna náttúrulega hef ég kynnst þessu í starfinu mínu og ef þú ert með, þú veist, sterk tengsl við sveitarfélagið þá þetta samþykkt. Hvernig var eftir að þið fenguð svo loksins örorkuhúsnæði, hvernig breyttist? Það var betra og þá ertu líka ekki með, þú veist, hangandi yfir eitthvað svona þurfum við að fara út af því að það er svo óöruggt, það er svo mikið óöryggi þegar maður veit ekki ef að eigandinn að fara að koma tilbaka og ef að kannski leigusamningurinn verður allt í einu útrunninn og allt þetta. En það er skrítið, það er eins og maður þurfi svona tíma til að koma sér fyrir. Eða þú veist, ég skilgreini mig sem breiðhylting, þú veist, ég er úr Efra-Breiðholti, þú veist, ég finn það bara. Þegar ég horfi á kvikmyndir og ég sé að verður teknar upp í Efra-Breiðholti, ég sé það bara strax, ég er eitthvað, Breiðholtið. Þú veist, og núna bý ég í Vesturbænum og ég segi alltaf að ég sé nýflutt þangað, en ég flutti þangað 2018 og ég bara veit varla hvað gatan heitir við hliðina á mér og það er mjög skömmustulegt og ég er bara eitthvað, ég bý í Vesturbænum, ég var að flytja, þú veist, ég er ekki að tengja við hverfið og þannig að ég finn alveg að ég er úr Breiðholtinu, þú veist, það er hverfið mitt og ég tengi við það, þú veist, mér þykir vænt það, en það er samt svona skrítið að, þú veist, að því mér er svo gaman að koma mér svona fyrir og svona innrétta, alltaf þegar ég verið með eitthvað svona herbergi þá er ég alltaf að hugsa bara hvernig er best að nýta plásið og svona innrétta og koma fyrir og þú veist, mér fannst gaman þegar ég var kannski með auka pening frá því að bera út, að kaupa eitthvað svona bleika komu, IKEA og eitthvað svona. En svo líka kemur yfir mann svona tilfinning, það er alltaf skrítið að lýsa þessu, en þegar maður er bara eitthvað, af hverju ég gera þetta? Þú veist, af hverju er ég að setja þessa hillu upp? Þú veist, þú ert ekkert að fara að vera þarna til lengdar, bara af hverju ósköpunum ertu að hafa fyrir þessu, bara hættu þessu, þú veist, ekki koma það vel fyrir. Það hljómar ótrúlega svona skringilega, maður er bara eitthvað, nei, ekki. Þannig að, þú veist, ég tengi mest við Efra-Breiðholtið, en ég held af öllum stöðunum sem ég hafi verið á, þá hafi komið svona, hvað segir maður, óöryggiskallinn á öxlinni sem er að segja við mig bara, hei, viltu ekki bara sleppa þessari hillu, slepptu að koma vel fyrir að því þú veist, þetta verður ekki þitt að eilífu, þú veist, eitthvað þannig og svona alls konar skríti sem ég geri eins og af staðnum sem ég er núna, ég er með langtíma leigusamning og ég sé bara fyrir mér að vera þarna og það var svo að þannig að báðir aðilar með að segja upp leigusamningnum ef það er eitthvað, en þá er 6 mánaða uppsagnarfrestur. Og þú veist, þetta ætti náttúrulega bara að vera gott fyrir mig, skilur, þá má eigandinn ekkert eitthvað, þannig sé henda mér út úr íbúðinni og svona öryggi. En ég vildi breyta þessu í 3 mánuði, þannig ég geti bara beilað ef eitthvað gerist, þú veist, þannig ég gæti bara látið mig hverfa ef mér dettur það í hug. Þú veist, af hverju ger ég þetta? Af hverju að stytta eitthvað sem er gott, eða þú veist, það er engin plön uppi, held ég hjá þeim að eitthvað vilja losa sig við mig og þannig sé ekkert heldur hjá mér, þetta er bara langtíma og þú veist, ég útskýrði fyrir þeim að ég er í fastri vinnu, hún mun vera í cirka 4 ár og ég byrjaði að leigja á svipum tíma og þessu vinna byrjaði, þannig ég með þetta bara við það, en ég svona hugsaði bara, þú veist, fyrst hugsaði ég bara, já, hljóta nú allir að gera þetta, þú veist, þetta er bara eðlilegt, þú veist, það vill ekki vera bundin í 6 mánuði ef eitthvað kemur upp á, en svo var ég bara, þú veist, er þetta ein leið til að, bara hlaupa, þú veist, af því að maður er svo vanur því að bara, þú veist, ekki vilja kannski festa rætur, eða þú veist, en samt hef ég verið svo lengi í Efra-Breiðholti, þannig að ég ætti að kunna þetta, en það er eitthvað innan með manni. Hvernig var eftir að þú fluttir út frá mömmuðinni? Hvernig svona gekk að fóta sig á leigumarkaðnum? Sko, ég var alveg í einhver tíma hjá henni, en svo náttúrulega, þú veist, ég fór, ég var á Grensásvegi, þá var það tengt starfi
sem ég var í og svona, já, og svo sem sagt fór ég á stúdentagarðana. Já, þetta var alltaf svona Vesturberg, fór á eitt stað og svo fór ég aftur til mömmu og svo sem sagt var ég búin að vera að biðlista svo lengi eftir stúdentagarðum og mér minnir að ég hafi fengið íbúð eftir svona 13 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Já, það er alveg heilt ár. Já, og ég ákvað náttúrulega að taka íbúðinni en á sama tíma bara hvernig er ég að fara að borga fyrir þetta, en auðvitað, þú veist, er miklu sniðara að vera að greiða, sko, að því ég var náttúrulega að greiða hluta af leigu hjá mömmu og hluta af neti og því allir, þannig auðvitað frekar að greiða leigu og vera nær háskólanum og sleppa við að vera alltaf klukktími í strætó á dag og vera með sér degið. En svo hélt ég að ég gæti verið lengur þar, ég var bara rétt yfir 2 ár. En það mátti víst ekki, af því ég var í mastersnámi. Og þá var það bara miðað við lengd mastersnáms. En af því að ég hafði ekki verið í stúdentaíbúð að meðan á BA-námi stóð, þá hélt ég að ég ætti inneign fyrir því að mig allan að vera þarna aðeins áfram. Á tímabili þá skráði ég mig í aukamastersnám þegar ég var að klára MA-ritgerðina mína, af því að maður skráir henni einingafjölda í takt við það sem maður er búinn með og þetta er alltaf svona flókið. Þannig að maður er kannski að vinna helling en það kannski sést ekki endilega í svona loknum einingum í skráningakerfi skólans. Þannig að í rauninni þurfti ég að vera að taka áfanga ofan á ritgerðarsmíð til að sýna fram að ég var í nógu mörgum einingum til að halda íbúðinni. Og svo einhvern tímann í þessu öllu saman þegar ég var harð ákveðin í að skila mastersritgerðinni, útskrifa sem mannfræðingur og var bara ekki að ná að vinna fullu ofan á þetta og var bara ekki að ná að greiða reikninga, að þá sem sagt fór bara allt í innheimtu varðandi leiguna og það endaði ekki vel. Að því þú varst á stúdentagarðanum, það eru alls konar reglur í kringum það þarf það einmitt eins og sagðir að vera með vissa margar einingar til þess að geta fengið íbúð eða haldið íbúðin. Hvernig er að vera undir svona pressu einmitt? Þarftu ekki líka að ná öllu eða? Já, sko, mér hefur alltaf fundist svona gaman að námi, þú veist, mjög erfitt og ég fékk sem sagt ADHD-greiningu á meðan á námi stóð og þá stóð í greiningunni eitthvað svona, já, þú veist, hefur verið mjög öguð, eitthvað svona og þannig mér fannst alveg þannig séð ganga vel með áfangana þó það hafa alveg verið mjög krefjandi, þú veist, maður var alveg bara stundum kannski 12 tíma upp í skóla, það var bara eitthvað að læra, þú veist, og mjög mikið pressa, þannig ég var ekkert endilega stressuvarandi það, en þegar kom að ritgerðarskilum í lokin, ég var vakandi í 60 klukkutíma, þú veist, það var bara komið að skilum, þetta var bara dagurinn og það var bara, ok, nú þarftu að skila og ég mæli svo innilega ekki með þessu. Maður er einhvern veginn, þú veist, maður er bara eitthvað verkefnin, skipta öllu máli, einhvernin, þú veist, svefn í öðru sæti. Og svo kannski eru margir sem velta fyrir sér bara af hverju ekki að fara bara vinna, hættu þessu námi, en ég hugsaði bara, þetta er það sem ég hef valið, þetta er það sem ég ætla að gera og kannski er maður einhvern veginn kannski samfélagi búið að kenna manni að ef maður menntar sig þá verður maður ekki fátækur, sem er náttúrulega bara bull. En ég var líka bara orðin einhvern veginn, bara svona reið í lokin og hugsaði bara ég má mennta mig. Þú veist, ég ætla bara að klára. Þú veist, þó að ég sé komin í rugl gagnvart bara framtíðinni og yfirdráttarheimildinni minni og bara öllum, ég ætla bara að klára. Þannig að, já. Ég er að velta aðeins fyrir mér með eins og allan húsnæðisstuðning. Gastu fengið til dæmis húsnæðisbætur? Sko, ég fékk þessar venjulegu og svo reyndi ég að sækja sérstakan húsnæðisstuðning. Af því að, þú veist, dæmin alltaf gengur ekkert upp. Ef maður er að borga, þú veist, leigan var eitthvað 100, húsaleigubætur svona 31.
þannig það varst að borga eitthvað 70.000 leigu á mánuði og þetta bara, já, ef þú ert ekkert í einhverju fullri vinnu með námið þá er þetta ekki ganga upp. Þannig ég fór að sækja sérstakan húsnæðisstuðning á þjónustumiðstöð hjá Reykjavíkurborg og já, það var bara fólk í kringum mig og búið að segja bara eitthvað, já, heyrðu, talaðu bara allt sem getur skipt máli, bara allt í fjölskyldusögunni, ef það er eitthvað svona, þú veist, fólk sem getur ekki treyst á, ég myndi bara nefna það. Já. Þú sem þurftir að leggja alla þína sögur á borðið bara til að fá þennan litla húsnæðisstuðning. Ég fékk hann ekki. Nei. Það var sem sagt já, ég fékk svona bréf frá Reykjavíkurborg að þetta hafi ekki verið samþykkt. Þannig að námsfólk greinilega á ekki rétt á svona sérstökum húsnæðisstuðningi. En þú veist, þarna var ég svona dálítið að sýna fram á, eða þú veist, mér fannst ég vera að sýna fram á og ég hafði ekki svona félagslegt stuðningsnet. Myndirðu kaupa þér eigið húsnæði ef þú ættir? Finnst þér það eitthvað? Sko, mér finnst bara einhvern veginn að fólk eigi geta búið einhvers staðar og þú veist, ekki að þurfa svona festa sig ógeðslega mikið fjárhagslega, eins og að fara í gegnum allt þetta svona greiðsludót og þú veist, eins og núna held ég að staða mín hjá Kreditinfo myndi þurfa að batna til að hún er búin að batna að slatta af því að núna er ég bara, já, góðri stöðu, en þetta svona fylgir manni víst, þetta rugl, það fylgir og ég sá, sko, einhvern tímann heyrði ég líka að búseta geti haft áhrif á Kreditinfo af því að núna er ég bara sko alltaf að fylgjast með Kreditinfo, ég er að borga þessar skuldir, okkur er liturum mín betri, bara ég er forrétta kona á góðum launum og bara okkur er ekki komið með betri lið til Kreditinfo. En þá var einhver að segja bara, ef þú flytur oft, þá getur það haft áhrif. En ég eitthvað, þú veist, hvað rugl er það? Ég er ekkert búin að flytja það oft. En svo tikkar það víst inn og mér langar að segja já við þessari spurningu að ég myndi kaupa það með staði til boða, en ég bara, þú veist, ég held ég gæti það ekki, einhvern veginn að setja fullt af pening í einhvern veginn í eitthvað svona eitt, þú veist, þá er þetta einhvern veginn föst við þann stað. Kannski það er einhver meiri vinna að fara af stað hérna og hérna til að það geti gerst. Ég veit það ekki. Heldurðu að það sé af því að þú ert búin að út af þínu sögu? Já. Já. Allt í náttúrulega, wow. Já, eða þú veist, ég er alltaf að skoða svona fasteigna auglýsingar á Vísi og mér finnst það mjög gaman að skoða það. Af hverju er ég fann að gráta? Við erum bara að tala um fasteignir, það er bara gaman að tala um fasteignir. Og þú veist, ég er ekki einhver aðeins sem hefur það verst, þú veist, ég á ekki að vera eitthvað, þú veist, fullt af fólki sem þurft að flytja og bara eitthvað að skipta um skóla milljón sinnum, þú veist, ég hef ekki þurft að skipta um skóla svona oft, þannig að þetta á ekki að vera svona erfitt fyrir mig að tala um þetta, en að tengjast, þú veist, mér finnst þú það erfitt einhvern veginn að, þú veist, tengjast held ég, já, maður er alltaf tilbúin bara að, þú veist, að fara, þannig að sennilega finnst manni bara heimskulegt að fara að kaupa eitthvað, þú veist, þá getur ekki, hvað kemur upp á, það er bara alltaf tengt þessum stað, þú veist, hvað það kom einhverjar slæma minningar, þá er það alltaf tengt þessum stað, þú veist, ég veit það ekki, ég vil bara húsnæðisöryggi sé tryggt fyrir fólk og, þú veist, að fólk sé ekki í svona óvissu, saman hvort það vilji leigja að kaupa. Fyrsti staður sem ég bjó á var sem sagt, þetta var lítið innbýlishús og sem ég leigði fyrir heilar 60.000 krónur og bara á besta stað, bara hérna á Njarðargötunni. Hvað var það? Þetta eru komin 15 plus, eitthvað kringum 15 ár síðan eða eitthvað. Já. Og fór rosalega vel með hana, sko. Og
svo þarf að selja það hús og ég fann svona stúdíóíbúð og og svo þurfti ég að flytja þaðan og ég hugsaði, já, leigja íbúð, ég veit ekki alveg hvort ég nenni því, þú veist, ég þarf að fá meðleigjanda. Þannig ég prófaði það, var með 3 meðleigjendur og ég held ég geri það bara ekkert aftur, ekkert alveg besta reynslan, eitthvað.